Við hittum yngsta bóndan í Fljótum og þó víðar væri leitað þegar hann var að keyra heim rúllum með hundinum sínum Stormi. Kristófer Orri bara 20 og ábyggilega ekki margir á sama reki og hann sem eru farnir að stýra búi. En hvernig kom þetta allt saman til hjá þessum unga bónda? Það bara pælingin að starta eina sauðfjárbúskapi. Hvernig datt þið það í hug? Það bara eitthvað sem einu sem við komum til greina einhvern veginn. Ertu alin uppi búskap? Já, ég ólst upp á sauðfjárbúi, Melstað í Óslandshlíð. Og það var ekkert annað að gera að stökka bara í þetta. Og nú ertu komin hérna út í Fljót, hvernig kom það til? Það var nú bara svona notaleg staðsetning í nágrenninu. Það datt við hendurnar á mann einhvern veginn. Og hvað stökka það. Og þú leigir þá hérna í rauninni jörðina? Já, ég tók þessa jörð á leigu í vor og stefni á kaupan og svo framhaldinu. Hvað nú þú ert 20 og það er nú ýmislegt svona í framboði fyrir ungt fólk að gera. Já, algjörlega. Og þetta það sem hefur alltaf staðið efst fyrir þér. Já, það bara algjörlega. Ekkert annað komið til greina. Og þú gast ekkert beðið, þú vildi bara stökka út í þetta leið og gast. Já, fannst það bara alveg tímabært. Bekkjarsystkini þín, fólk svona á þínum aldri, vinir þínir, hvað finnst þeim þetta uppátækið þitt? Þau eru ánægð með þetta. Þeim myndi nú ekki detta til hug sjálfum. Þetta er svona svolítið fjarri því sem þau myndi taka sér fyrir hendi núna. Finnst þeim þetta spennandi eða finnst þeim bara alveg galinn? Nei, þeim finnst þetta mjög spennandi og styðja mig í þessu og hafa gaman að þessu. Færðu mikið heimsóknir hérna frá vinnuðinum? Já, það er mjög heppinn með það. Það er mikið reynslu á vinum og vandamönnum. Ertu ekkert að reyna að smita þau að... Það er nú ekki gengið svo langt ennþá en þetta er allt í háskólum og menntaskólum. Já. Til þess að þurfa að byrja þar? Já, allir það ekki. Það er greinilega ekkert nauðsynlegt. Nei, það er ekki. Það er alveg þetta að fara beint í drauminn. Já, þetta er svo sem vissant myndi manna en ég valdi mér það. Kristófer leggur áherslu á sauðfjárbúskap en hann er líka með hesta og kálfa. Svo stefnir hann á að koma sér upp holdakúm og vera með kjötframleiðslu. Nú er stutt síðan Kristófer hóf búskap en hann flutti inn að Syðstamói í apríl. Hefur eitthvað velt fyrir svona framtíðinni í landbúnaði, eða er þetta bara svona aðalega því þér finnst þetta gaman? Já, þetta er bara svona einhver lífstíl sem maður bara vinnur svo að vera í. Þetta er náttúrulega ekkert mikið ykkur sem staðinu núna en ég er bjartsýnn. Ég hef alltaf verið bjartsýnn, sko. Og hvernig finnst þér þetta ganga svona fyrst? Bara vel. Það er litla sem kom með þér. Hvernig líst þér á þetta? Það er bara glæsilega. Mjög bjartsýnn bara. Hvernig hefur samfélagið hérna í Fljótunum tekið þér? Herðu, það er alveg ótrúlega vel. Ótrúlega sem fólk hefur tekið vel á móti mér og allt vilja hjálpa manni. Er einhverja svona skemmtilega sögur sem getur sagt mér að búskapnum hinga til? Ertu að lenda í einhverju sem þú sást ekki fyrir eða? Já, það er alveg ótrúlega hlutir sem hafa komið fyrir svona í byrjun. Eins og? Maður segir nú bara fallið fara heill, sko. Það er nú kveikni í rúllunni hjá mér. Nei. Hvað eina. Og hvað gerðir þið þá? Ég var nú sem betur fyrir fljótur að hugsa. Ég var nú að rúlla hérna túninu við vatnið. Þannig að það var ekkert annað en að ég var veldin að taka beina stefnu bara út í vatnið og ná að kæfa hana þar. Kæfa veldin í vatninu. Tókst hana bara upp með traktornum og... Nei, hún var bara aftan í traktornum. Hún var aftan í traktornum? Keyri úti og bakkin í kaf og... Já. Málleyst. Það fór vel. Ok, vel gert. Snarraði. Já, annars hefur nú að næstu leiti gengið bara vel hjá mér. Er það ekki svolítið spurningin með svona landbúnað að vera svolítið svona ráðagóður og... Jú, maður verður að gera það. Það verður að bjarga sér. Hefurðu hugsað þér að vera með eitthvað svona nýsköpun í landbúnaði? Ætlarðu að vera með eitthvað svona nýstárlega lausnir eða? Já, ég nefnilega, það er alltaf einhverja svoleiðis hugmyndir í mér, sko. Já. Spurning hvort það sé eitthvað sem maður getur verið að tala um. Ertu hræddur að vera held eftir? Já, það er ekki. Komdu með eitthvað eina. Nei, það er svona, ég horfi mikið, kannski ekki nýsköpun, en ég horfi mikið á svona framtíðin svona beint frá bíli og svona jafnvel lífrænt eitthvað. Já, svona rækt eitthvað að framleiða. Já, eitthvað öðruvísi.
Já, það er mjög Það held spennandi. ég sé eitthvað sem við myndi selja í framtíðinni. Og hvað finnst þið skemmtilegast við bústörfin? Það er bara hringling kringum rollunar. Hringlega ykkur Það er bara- rollunar. Það er bara alltaf sem stendur upp úr og drífum hann áfram í þessu. Þið finnst þið að sauðfjárbúskapur er skemmtilegastur. Já, það er númer 1 og 3. Hvað er svona skemmtilegt við hann? Já, það er stórt spurt maður. Ég bara reynilega get ekki svaraði. Bara allt. Þetta er bara allt saman, sko. Hver er uppáhald svona tíðin þín í sauðfjárbúskapnum? Það er haustinn. Haustinn, að sækja þér. Haustinn standa upp úr, sækja og sjá hvernig tókst, Já. Uppskera. uppskera Já. lömbin. Hvernig finnst þér samt hérna sauðburðurinn? Er hann, Það er náttúrulega skemmtilegu tími og krefjandi, sko. það verður semst kannski á næsta vor? Já, það verður næsta vor sem að það sennilega gefur mig trompi. Ég verði ekki með 200 gemsa minnst. Það verður skemmtilegt. Já, það verður, Andvökunætur. já, án búist við því. Það verður létt með það þegar maður er 20. Já, já, maður verður að byrja á þetta besta aldri. Það er bara, Ég held að það sé bara mjög góð lokaorð. er það ekki? Heyrðu, þakka þér kærlega fyrir að taka mót okkur. Já, minnsta mál, takk fyrir að koma.